Margir lungnasjúklingar eru með samviskubit og samviskubitið að naga þá oft á tíðum yfir því að hafa reykt. En mér finnst að vera, það er ríkara hjá lungnasjúklingum heldur en til dæmis áfengissjúklingum eða hjartasjúklingum. Það er eins og fólk lendi í hjartaáfalli eða það verður áfengissjúklingar. En lungnasjúklingar, ég er ekkert viss að sé svo mikið í þjóðfélaginu, en það er bara hjá þeim sjálfum. Og einn lungnasjúklingur sagði við mig, þetta er manni bara sjálfum að kenna. Tóbaksreykingar eru helsta orsök flestra alvarlegra lungnasjúkdóma. Allflestir sem greinast með langvinna lungnateppu og lungnakrabbamein reykja eða hafa einhvern tíma reykt. Það er þannig að tóbaksreykurinn, hann inniheldur hundruðir efna sem eru mjög ertandi fyrir slímhúðin í lungunum og líka fyrir slímhúðin í munninum og kokinu. Og öll þessi efni þau valda bólgu og hjá öllum sem reykja. Og það er til dæmis merki bólgu hjá þeim sem eru farnir að hósta þessum sem við köllum oft reykingahósta. Það er oft fyrstu merki bólgu í slímhúðinni. En þegar að bólgan gengur ekki tilbaka, er orðin það sem við köllum óafturkræf, hún er orðin varanleg, þá er komin langvinn lungnateppa. Og þetta er teppa vegna þess að það er þrengsli. Slímhúðin þrengist út af bólgunni. Og þetta er aðal reykingatengdi sjúkdómurinn, það er lungnateppan. Nú, annað sem að sígarettureykurinn eða tóbaksreykur gerir, að hann eyðileggur eðlilegan lungnavef og það lungnablöðrurnar sem að sjá loftskiptin. Nú, tóbaksreykur, hann eyðileggur þessa starfsemi með því að eyðileggja þessa lungnablöðrur og það renna saman í stórar blöðrur. Og þá er komin sjúkdómurinn lungnaþemba. Þótt tóbaksreykur sé skaðlegur fyrir lungun frá upphafi reykinga, þróast alvarlegu lungnasjúkdómarnir yfirleitt á löngum tíma eða nokkrum áratugum hjá þeim sem reykja að staðaldri. Helstu einkenni svo sem mæði, hósti og slímuppgangur eru löngum væg og ágerast hægt, svo fólki bregður oft illa í brún þegar það greinist skyndilega með alvarlegan ólæknandi sjúkdóm. Já, ég byrjaði að reykja 17 ára gamall og byrjaði mest á fikti bara eins og gengur að gerist. Og ég reykti í 23 ár. Og þegar að ég reykti, mér fannst ég aldrei reykja neitt mikið. Ég reykti ekki meir en pakka á dag. Og mér fannst ég ekkert vera svona þessi stórreykingamaður sem að margir töldu sig vera. En árið 1999 þá fer ég í öndunarmælingu vegna þess að faðir minn, hann hafði greinst með lungnaþembu og það var öllum í fjölskyldunni boðið að taka þátt í öndunarmælingu. Og þegar ég fer í öndunarmælinguna þá kemur það bara í ljós að ég hefði mist 50% getu lungnanna til að starfa. Og mér datt ekki í hug að ég væri orðin svona, hefði verið svona slæmur eða verið búinn að missa þetta mikið. Eins og svo margir jafnaldrar hennar byrjaði Ólöf Sigurjónsdóttir að reykja 13 ára gömul. Ég veit nú ekki alveg hvenær ég fór kannski að vera þessi stórreykingamanneskja. En ég held að það hafi verið mjög fljótt sem að ég fór bara í pakkan á dag og reykti bara alveg pakka á dag og var þessi sannkallaða nautna reykingamanneskja. Það var eiginlega umtalað, skilurðu. Hvað ég var einhvern veginn mikið nautn í mér að reykja. Og ég man einmitt því ég var að vinna á þessum árum því ég var yngri að þá var ég gjaldkeri
Og þá var mann bara með sígarettu, öskubakkan bara við hliðin á sér. Og þú varst bara að afgreiða og alltaf varstu með bara sígarettuna. Þannig að þetta var bara svona partur af heildinni, bara það var bara sígarettan. Ólöf hafði reykt í 27 ár þegar hún ákvað að hætta. Og þennan stórkostlega dag sem ég get kallað svo þegar ég hætti, að þá fór ég að hitta hjartalækni dóttur minnar. Og hann horfði svona einkennilega á mig og sagði, Ólöf, reykir þú? Og mér varð svo hvernig hann horfði á mig og hvernig hann sagði það. Það sat svona svolítið í mér. Svo fór ég akkurat bara út frá honum, heimsótti bróður minn sem var þá í hjartaaðgerð á Landspítalanum og settist hjá honum og hugsaði, já, nú ætla ég að hætta á meðan ég get valið. Kom heim, drap í og ekki söguna meir. En ég greinilega hafði ekki valið því það var komið. Þetta var sem sagt búið að skemmast. Áður sem ég vissi því að ég greinist í rauninni, þetta 96 og ég greinist ekki fyrir 2005, 9 árum síðar. Já, langvinn lúnateppa lúmskur sjúkdómur, en þó auðvelt að greina hann með einfaldri öndunarmælingu sem hægt að fá á öllum heilsugæslustöðvum, í sumum apótekum og hjá lúnalæknum. Eðlileg lungu geta blásið út frá sér nánast öllu rúmmáli loftsins eða 70% á fyrstu sekúndunni. Þeir sem eru konur með langvinna lúnateppu, þeir eru erfiðleikum með þetta. Það tekur mun lengri tíma fyrir loftiða í lungunum að blásast út. Þannig að við flokkum langvinna lúnateppu, 4 flokka eftir því hver lúnagetan skert, samkvæmt öndunarmælingunni eða blástursprófinu. Það því mikilvægt fyrir fólk sem reykir að fara í öndunarmælingu til að kanna hvort reykingarnar eru farnar að hafa áhrif á lúnastarfsemina, en reynslan sýnir að þegar reykingafólk leitar til læknis vegna einkenna lúnateppu það yfirleitt búið að tapa helmingi lúnastarfseminnar. Ég held ég hafi ekki gert mig grein fyrir því strax þarna að þetta væri eitthvað svona sem ég ætti eftir að ganga svo í gegnum seinna. Af því að ég voða dugleg á þessum tíma að hreyfa mig og ég rosa dugleg í spinningtímum og RPM-tímum og held mér rosalega vel og passa allt gagnvart mér. Það ekki fyrir að ég fer að fá svona lúnasýkingar, kannski fyrir 2 árum síðan, 2-3 árum síðan, að ég eiginlega slegin svolítið svona óhug og þá að gera mig grein fyrir, já, ég svona slæm. Það voru sem sé 14 ár frá því Ólöf hætti að reykja og 5 ár frá því hún greindist með langvinna lúnateppu þegar ástandi versnaði til mikilla muna með endurteknum sýkingum í lungunum. Og ég varð alveg ofsalega veik og mér varð alveg ofsalega bilt við því að ég hélt hreinlega að maður gæti ekki orðið svona veikur. Að þetta var bara, maður eiginlega kom svona pínlítið í andnauð, mér fannst ég ekki geta andað. Þannig að þetta var eitthvað sem ég hélt bara hreinlega að fólk færi ekkert í gegnum. Að það væri til eitthvað svona slæmt. Og svo heldur þetta svolítið áfram, sem sagt árið 2010 var mér ekki gott í þessu. Og í rauninni ég ennþá að reyna að byggja mig upp eftir það. Hef þurft að minnka við mig vinnu sem mér finnst erfitt, af því mér finnst rosalega gaman að vinna. En ég hef þurft að minnka við mig vinnu núna út af því. Og ég alltaf voru hrædd. Ef ég fæ eitthvað kvef eða eitthvað svona, að þá fer ég alveg, þetta að koma aftur. Fólk sem langt leitt af lúnateppu, það getur ekki tekið þátt í lífinu eins og hinir sem að hafa eðlileg lungu. Finna fyrir þessu á svo margan hátt. Ef þau eiga barnabörn, þá getur ekki lyft barnabörnunum. Bara það að lyfta barnabörnunum og halda á því einhver tíma, það of erfitt. Þannig að það fara að koma svona þættir sem að við tökum ekki eftir í daglega lífinu, en fólk tekur eftir þegar það hættir að geta gert hlutina. Við að greinast með langvinna lúnateppu var gríðalegt áfall og þá var sérstaklega áfallið var það að geta ekki orðið gert
svona þessar daglegu athafnir og eiga alltaf erfitt með að gera allt sem að áður bara manni þótti sjálfsagður hlutur. Og svo sárnaði manni náttúrulega líka og það var sérstaklega þegar að maður heyrði krakkana vera að tala um það að það væri ekki hægt að fara og gera þetta vegna þess að pabbi er svo veikur. Við verðum að sleppa þessu að því að pabbi, hann getur ekki verið með okkur og það stakk mann oft. Birgir var sjómaður á frystitogara þegar hann greindist með sjúkdóminn. Þetta var erfiðisvinna og hann leitaði fljótlega í léttari störf í landi. Starfsþreki fór síðan þverrandi næstu árin og það sem dró engum úr því voru þær svæsnubólgur og endurteknu sýkingar sem eru helstu fjendur fólks sem glímir við langvinna lúnateppu. Haustið 2009 fæ ég svo svínaflensuna og þá leið mér alveg svakalega illa og fór mjög neðarlega í þreki og var lengi að ná mér og náttúrulega hef aldrei náð mér að fullu en lengi að ná mér í það að ég reyndi að fara að vinna. Ég vann hálfan daginn en ég gat það ekki. Það var alveg, ég var bara eins og eftir fjóra tíma vinnu, var bara eins og ég væri búinn að vera á vakt á frystitogara. Þetta var alveg svakalega erfitt. Dagur var bara búinn hjá mér. Þannig að ég tók þá ákvörðun að hætta að vinna og það var alveg gríðarlegt áfall fyrir mig. Meðferð langvinna lúnateppu felst í því númer 1, 2 og 3 að forðast orsakavaldinn og það eru reykingar. Það er bæði að hætta að reykja og forðast óbeina reykingar. Því tóbaksreykurinn, hann berst niður í lungun með einum eða öðrum hætti. Hann veldur þessari bólgu, hann veldur þessum sjúkdómi. Önnur meðferð er að sjálfsögðu lyfjameðferð og þar eru innúðalyf, númer 1, 2 og 3. Þau minnka bólguna, þau víkka berkjurnar, þau gera öndunina léttari. Þetta eru lyf sem maður þarf að nota daglega og í raun og veru óákveðin tíma. Þetta er ólæknandi sjúkdómur en það er kannski hægt að halda honum svona nokkurn veginn svona í skefjum en ekki í skefjum heldur kannski hægt að gera mér lífið svolítið bærilegra. Og ég er sem sagt á 3 konar lyfjum, ég er sem sagt á 2 konar lyfjum sem ég tek að staðaldri á morgnana og síðan er ég með svona Ventolin púst sem ég tek þá ef ég fer út að labba, ef ég ætla að labba upp stiga, ef ég ætla að reyna að skúra eða ryksuga, þá þarf ég að taka þetta Ventolin. Það er svona, gefur manni svona svolítið púst og ég gæti ekki verið án þess að hafa þessi lyf. Langvinn lúnateppa kallar á breyttan lífstíl hjá flestum og fólk getur bætt líðan sína verulega og hægt á framgangi sjúkdómsins með reglubundinni hreyfingu og markvissri líkamsrækt. HL-stöðin er svona eiginlega minn bara bjargvættur líka í dag. Þar fer ég 2 í viku og þar er eiginlega alltaf sami hópurinn. Þar er sjúkraþjálfari með okkur sem fylgist með og við skiptum á skoðunum og við skiptumst á svona ýmsu sem að kannski hjálpa hvort öðru. Þarna er bara úrval af bara yndislegu fólki sem að því líður svo vel eða mér líður svo vel þegar ég kem inn til þeirra. Þetta er svo mikið hlýja, þetta er svo notalegt. Þarna eru allir á sama bát, það er enginn sem er öðruvísi eða þannig skilur. Það er allir á þarna, þetta er fólk sem reykti eða fólk sem á í vandræðum með lungun á sér. Þegar langvinn lúnateppa er komin á lokastig sem við köllum, á hæsta stig, þá eru loftskipti lungnanna orðin mjög skert og þá þarf fólk að nota súrefni. Þá þarf það hreinlega að fá súrefni í gegnum súrefnisgleraugu sem er slanga sem leiðir upp í nasirnar og er tengt við súrefniskút. Það eru nokkur 100 manns hér á landi sem þurfa að vera með súrefni, eru orðin háð súrefni. Það er þó nokkur fjöldi og hingað til hefur þetta kannski verið þessu fólki svolítið erfitt. Þetta hefur valdið einangrun þessara einstaklinga. Það hefur ekki þótt svona eðlilegt að labba með kútinn í kringlunni
eða eitthvað þess áttar. En það nú sem betur fyrir að breytast. Ég byrjaði á súrefni eftir sýkinguna sem ég fekk haustið 2010. Og eftir það hef ég þurft að vera á súrefni nánast allan sólarhringinn. Og þetta er náttúrulega mjög erfitt að vera að fá þennan dóm á sig að þurfa að vera með súrefni. Þetta er mjög erfitt. En maður má bara ekki loka sig af. En því miður þá eru fylgifiskar langvinna lungateppu eru náttúrulega þunglyndi og aðrir sjúkdómar sem geta fylgt í kjölfarið á þessu og það er mjög algengt að fólk loki sig af, því miður. En mér fannst ég bara einhvern veginn ekki geta lyft mér það. Meðalaldur þeirra sem greinast með lungnakrabbamein eru 70 ár og vitað að á milli 80–90% þeirra reykja eða hafa einhvern tíma reykt. Þetta er eitt illvegasta krabbamein sem læknavísindin eiga við að etja. Lungnakrabbamein hefur hæstu dánatíðnina. Það hefur hærri dánatíðni heldur en til þess brjóstakrabbamein og blöðruhálskirtilkrabbamein og ristilkrabbamein samanlagt. Langhæstu dánatíðnina og það eru og bæði hjá konum og körlum. Þótt að brjóstakrabbamein sé miklu algengara hjá konum til dæmis, þá er miklu færri sem deyja úr því heldur en lungnakrabbameini. Lungnakrabbamein getur verið mjög lúmskt og það er oft lítil einkenni sem fólk finnur fyrir. Það er þessi hósti og aðeins meiri mæði, en þeir sem hafa reykt lengi, þeir þekkja þessi einkenni mjög vel og þetta er svona hluti af þeirra daglega lífi. Þannig þeir finna kannski ekki mikla breytingu. En oftast kemur það síðan og þannig að það verður til að leita læknis og þá er kannski tekið mynd, lungnamynd, sem sést á einhver fyrirferð eða æxli í lunganu. Og í fyrstu þá er ekkert vita hvað þetta er, að til þess að greina krabbamein, þá þarf að taka sýni. Það er ekki hægt að segja að þetta sé krabbamein fyrir en að sýnið er komið. Þegar að fólk greinist og fær þessa greiningu með lungnakrabbamein, fólk sem hefur reykt lengi, að þá er þau náttúrulega brugðið við því og margir fara svona að leita orsaka af hverju ég og sjá kannski ekki að það geti verið reykingarnar og sumir kannski átta sig ekki á að hætta það er ennþá ávinningur að hætta að reykja þótt og sért komið með lungnakrabbamein og því að þeir sem hætta að reykja þótt þeir sem komið með krabbamein, þeim vegnar betur heldur en þeim sem að halda áfram að reykja. Því þá heldur þeir áfram að lama bifhárin og þeir eru bara illa fyrir kallaðir og fá meiri sýkingar og líka að eiturefni sem eru í sígarettunum og tóbakinu að þau hafa áhrif á krabbameinslyfin. Krabbameinslyfin virka ekki eins vel. Eins og var kannski algengt á þessum árum og þá byrjuðu unglingar að fikta svona eitthvað fermingu. Þótti ekki tiltökumál þá. Maður reykti og þannig var það náttúrulega mörg ár þar á eftir að það var alls það reykt og það reyktu allir og þetta var þannig einhvern veginn á þessum árum, 7. áratugnum og eitthvað fram. Og það var svo náttúrulega reykt gerði ég aldrei tilraun til að hætta fyrir núna seinna en á þessum árum þá hlustaði maður ekkert á það að þetta væri eitthvað sem maður væri að gera sjálfum sér illt með þessu, maður bara reykti og fór sínu fram. Árni reykti lengst 1 til 2 pakka af sígarettum á dag. Hann starfaði við gleraugnasmíði sem útheimti ekki mikla áreynslu en upp úr 1990 fór hann að finna fyrir því að líkamlegt ástand hans var ekki eins gott og það ætti að vera. Úthaldi minnkaði, mæði jókst og hann lenti í öndunarerfiðleikum. Þar kom að Árni greindist með langvinna lungnateppu og eftir að hafa glímt við hana í allnokkur ár, eða vorið 2010, greindist hann með æxli í öðru lunganu. Það var fjarlægt með skurðaðgerð sem virtist heppnast fullkomlega, en í desember 2011 kom í ljós annað mein á svipuðum stað og hið fyrra og það var tekið að dreifa sér í nærliggjandi eitla.
Þetta var nú rétt fyrir jólin og þetta var nú svona ekki neinn gleðitíðindi að vera komin aftur með þetta, eins að maður hefði náttúrulega þannig að fyrir ári síðan verið sko sett, var talið að allt væri hreint og var sett í ræktun og svona og ekkert. Þannig að þetta var ansi mikill skellur að fá þetta svona, ekki síst svona rétt fyrir jólin. Ég vissulega hefur þetta breytt töluvert miklu hjá manni að þetta skildi koma aftur. Það náttúrulega maður ætlaði sér alltaf að fara í bara komast í svipað lífverðni og maður hefði verið áður, það er að segja bara fara eitthvað til vinnu og ég vel að stunda sína tónstundir og svona en það hefur náttúrulega svo sem kannski ekki, maður veit ekki hvað kemur á undan eggið eða hænan, hvort það er mín lungnaþemba sem hefur orðið einhver versnun á en allavega hefur, eða hvort að krabbameinur að valda mér sko aukinni mæði. Allavega hefur allt orðið miklu erfiðara fyrir mann að þannig ég hef til þess að hef ekkert verið í vinnu. Það sem maður náttúrulega stóð frammi fyrir þegar við varum byrjuðu lyfjagjöfin að það var náttúrulega sagði Agnes að sko það væri náttúrulega ákveðin sigur að geta haldið þessu niðri. Þetta væri náttúrulega ólæknandi og það væri ekki vont þess að árangurinn yrði annar en þessi að geta haldið í niðri og þetta er svo sem ágætis ávinningur þannig lagað fyrir mig. Þótt lungnasjúkdómurinn sé ólæknandi og það er ekki hægt að skera hann burt og þá er oft hægt að meðhöndla hann þrátt fyrir það og það við höfum lyf, krabbameinslyf sem oft þolast alveg ágætlega. Þannig að það svona takmarkið með meðferðinni er að reyna að halda sjúkdómnum í skefjum en að fólk getur samt lifað sem eðlilegustu lífi með því. Og gert þá hluti sem maður vill gera og svona sé ekki sjúklingabundin við sjúkrahúsið meira og minna því það er engin hagur í því. Og það sem er líka mjög mikilvæg meðferð við þá sem eru með útbreitt lungnakrabbamein, það er þessi stuðningsmeðferð sem kallað er að meðhöndla sýkingar og meðhöndla ef fólk er kvíðið eða líður illa eða með litla matarlyst og allt þetta til að styðja fólk að geta umborið þetta sem best og að það líka lengir lífið og gerir það betra. Lungnaígræðsla er úrræði sem bjargað getur sumum einstaklingum með ónýtt lungu en til þess þurfa þeir að uppfylla afar ströng skilyrði. Árið 2010 var staða Birgis Rögnvaldssonar orðin svo slæm að farið var að ræða alvarlega lungnaígræðslu. Páskana 2011 flaug hann svo út til Gautaborgar í Svíþjóð, fór í gegnum ítarlegar rannsóknir og var að þeim loknum talin uppfylla skilyrðin fyrir slíkri aðgerð. Birgir þurfti heldur ekki að bíða lengi eftir að komast í aðgerðina sem þótti heppnast vel að öllu leyti og skipt var bæði lungum. Bakslagið kom 3 mánuðum seinna. Þá hófst með þrálátum sýkingum, ástandi Birgis tók að hraka ört og flest benti til þess að líkami hans væri að hafna hinum nýju líffærum. Snemma á árinu 2012 var svo farið að huga að endurígræðslu, en áframhaldandi sýkingar og erfið veikindi, þar sem útlitið gerðist ansi dökkt á köflum, urðu til þess að rúmir 8 mánuði liðu uns Birgir komst í aðgerðina og fékk ígrætt 1 lunga, þrátt fyrir að hafa verið ofarlega á bráðabiðlista vegna ástands síns. Ég vaknaði í morgun kl. 10 og leið mjög vel eftir aðgerðina og mér fannst eins og allt hefði tekist, hafði á tilfinningunni allt hefði tekist mjög vel og síðan þegar læknirinn kom og sagði mér það að þetta hefði tekist allt mjög vel og hefði ekkert komið upp á í aðgerðinni sem væri krítískt og það er eiginlega merki það
að ég sé vaknaður bara 12 tímum eftir aðgerð að hún tókst mjög vel, sagði hann. Og mér líður einmitt þannig eins og ég er auðveldara með að anda og ég sé bara búinn að fá nýtt líf. Jú, eftir að ég kem heim að þá náttúrulega hefur allt gengið bara mjög vel. En það gengur rólega að fá máttinn og styrkinn. En þetta mjakast og það er alltaf náttúrulega verið að segja hann að þetta taki tíma og það er mjög líklegt að þetta taki 1 til 1,5 ár að ná svona þokkalegum styrk. Já, eftir að ég er búinn að ná ákveðnu styrk þá hef ég hugsað mér að fara út á vinnumarkaðinn aftur. Stefnan er sett á það. Og ég sé ekkert því til fyrirstöðu annað en að ef maður fær vinnu við hæfi, ég náttúrulega kannski get ekki farið í einhverja erfiðisvinnu að bera búslóðir eða eitthvað þvíumlíkt, en ég get alveg örugglega unnið við tölvu og það eru miklu möguleikar í því og stefnan er bara sett á vinnumarkaðinn, koma sér út í þjóðfélagið aftur og það er ómetanlegt að fá tækifæri til þess. Á undanförnum árum hefur dregið mjög úr tóbaksreykingum á Íslandi. Samt sem áður er staðreyndin sú að dánartíðni og varanleg örorka vegna lungnasjúkdóma af völdum reykinga fer vaxandi vegna þess hve stórir árgangar fyrrverandi og núverandi reykingafólks er að ná þeim aldri þegar þessir sjúkdómar leggjast á það af fullum þunga.